Komið sæl, velkomin á fund 257 hjá sveitarstjórn Dalabyggðar og hann haldinn hérna í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en við höldum á dagskrá ætla ég að leggja til að 2 liðir verði bætti við dagskrá en lagt til að mál númer 2504020 Fjallsgil 2025 verði tekið á dagskrá og verði dagskráliður númer 11 og lagt til að mál númer 2505005 aðalfundur fjárfestingafélagsins Hvamms verði bætt á dagskrá og verði dagskráliður númer 18. Aðrir liðir færast í samræmi við það. Hver með athugasemdir með þetta? Það skoðast þá samþykkt. Þá höldum við í dagskrána og dagskráliður númer 1 kjör oddvita og varaoddvita sveitarstjórnar Dalabyggðar. En samkvæmt 7. grein samþykkta Dalabyggðar skal sveitarstjórn kjósa oddvita og varaoddvita og skulu þeir kjörnir til 1 árs í senn. Og hérna liggur fyrir fundin tillaga að oddviti Dalabyggðar til 1 árs verði Ingibjörg Þ. Steinudóttir. Einhvers vil ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Og fyrir fundin liggur að tillaga að varaoddviti til 1 árs verði Þuríður Jóney Sigurðardóttir. Einhvers vil ræða þessa tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það dagskráliður númer 2, kosning aðal- og varamanna í byggðarráð sem og formanns og varaformanns byggðarráðs. Samkvæmt 27. grein samþykkta Dalabyggðar skal kjósa 3 aðalmenn og jafnmarga varamenn í byggðarráð til 1 árs. Einnig þarf að kjósa árlega formann og varaformann byggðarráðs. Fyrir fundin leggur tillaga að aðalmenn verði Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Guðlaug Kristinsdóttir og Garðar Freyr Vilhjálmsson. Hvers vil ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Fyrir fundin liggur tillaga að varamenn verði Þuríður Jóney Sigurðardóttir, Einar Jón Geirsson og Ingibjörg Þ. Steinudóttir. Hvers vil ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefur merki og það samþykkt samhljóða. Fyrir fundin liggur tillaga að formaður byggðarráðs til 1 árs verði Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Einhvers vil ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir gefur merki, það samþykkt samhljóða. Og fyrir fundin liggur tillaga að varaformaður byggðarráðs til 1 árs verði Guðlaug Kristinsdóttir. Nei, fyrirgefðu. Afsakið. Fyrirgefðu Garðar. Garðar Freyr Vilhjálmsson. Einhvers vil ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þetta voru mín mistök, afsakið. Þá það dagskráliður númer 3 og það kosningi nefndir samkvæmt A-hluta 48. grein samþykkta Dalabyggðar. En fyrir liggur að kjósa þarf í Fjallsgilnefnd Skarðsstrandar 1 aðalmann og 1 varamann í ljósi þess að fulltrúar þeir sem gegnt hafa fyrrgreindum hlutverkum síðan skipað var í nefndina á 221. fundi sveitarstjórnar fluttir úr sveitarfélaginu. En fyrir fundin tillaga að Hákon Óli Ingimundarson og Elísabet verði aðalmaður og varamaður verði Elísabet Hildur Haraldsdóttir. Einhvers vil ræða þá tillögu? Þeir sem samþykkir tillögunni gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Dagskráliður númer 4, fundir sveitarstjórnar sumarið 2025. En lagt til að fundur sveitarstjórnar í júlí falli niður vegna sumarleyfa. Næsti fundur sveitarstjórnar verða óbreyttu haldinn 5. daginn 21. ágúst kl. 16. Á meðan sveitarstjórn í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella. Samanber 32. grein samþykktar með stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar nr. 391/2018 með síðari breytingum. Einhvers vil ræða þessa tillögu? Þeir sem samþykkir henni gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Dagskráliður númer 5, fjárhagsáætlun 2025 til 2028, sala eigna. Á 367. fundi byggðarráðs var framlagt undirritað og samþykkt kauptilboð í félagsheimilið Árblík. Afgreiðsla byggðarráðs hér lögð fram í sveitarstjórn til staðfestingar. Einhvers vil ræða þennan lið? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti og góða fundarmenn, ég hef sitið hjá við afgreiðslu á þessu máli eða vekið að fundi og ég mun sitja hjá við afgreiðslu á þessu líka.
núna. Takk. Takk Skúli. Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Þá legg ég hann fyrir fundinn. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu byggðaráðs gefi merki. Það er samþykkt samhljóða nema Skúli Hreinn Guðbjörnsson situr hjá. Þá er það 7. liður, Laugar í Sælingsdal. Á 337. fundi byggðaráðs var sveitarstjóra falið að undirrita fyrirliggjandi kaupsamning vegna sölu á tilteknum hluta lands og eigna að Laugum í Sælingsdal, byggt á kaupleigusamningi frá því árið 2022. Kaupsamningurinn er hér lagður fram í sveitarstjórn til staðfestingar. Einhvers vil ræða þennan kaupsamning? Einar, gjörðu svo vel. Ágætu fundamenn. Ég ætlaði nú bara að nota tækifærið að gera ráð fyrir að þetta sé nú örugglega eitt síðasta skipti sem að Laugar í Sælingsdal kannski komið með þessum hætti inn á sveitarstjórn. Það er mikil forsaga í þessu og ég kannski rifjaði upp enn og aftur og ég sagði einhvern tímann á einhverjum hitafundum fyrir löngu að ég myndi reyna að koma þessu máli á dagskrá og öllum sveitarstjórnarfundum meðan ég yrði í sveitarstjórn og eitthvað svona. Ég er nú dauðfeginn að ég gerði það ekki. En ég bara ánægður þetta skuli loksins vera farið í gegn og fjármunirnir sem við fáum fyrir þetta, þeir munu nýtast vel. Og ég held líka fyrir margar þær raddir sem fóru á stað fyrir ansi mörgum árum það að það ætti ekki að selja þetta með þessum hætti eða öðrum hætti. Ég held til dæmis að þetta form sem var viðhaft núna, ég held þetta að bara gefist vel og þetta kannski sýnir fólki að það er ekki alltaf hægt að selja bara beint fyrir reiðufé eða hvernig það er. Stundum þarf að vera tilbúin að nota ýmsar leiðir og ég held þetta að bara gefist vel núna. Nú erum við bara komið ákveðið vörumerki í gangarna og þetta er í flottum rekstri og ég bara fagna þessu að þetta sé loksins komið í gegn. Takk. Takk Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég kaupsamningi fyrir fundinn, þeir sem samþykkir honum gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 7, fjárhagsáætlun 2025 viðauki 3. En á 337. fundi byggðaráðs var eftirfarandi tillaga viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2025 samþykkt. En framlögð tillaga viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2025 er eftirfarandi. Rekstrarkostnaður A-hluta. Samtals tekju aukning A-hluta 17.332 krónur til hækkunar á handbæru fé. Auknar færslur og samtals eignarfærslur upp á 1.700.000 til lækkunar á handbæru fé. Það var samþykkt samhljóða í byggðaráði og nú er þetta lagt fyrir í sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða viðaukann? Svo virðist ekki vera þeir sem samþykki viðaukanum gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 8, afskriftir 2025. En á 337. fundi byggðaráðs var lögð fram tillaga að afskriftum vegna útistandandi krafna sem ekki hefur tekist að innheimta á undanförnum árum. Samtals 1.566.957 krónur. Og byggðaráðs samþykkti tillöguna. Afgreiðsla byggðaráðs er hér lögð fram í sveitarstjórn til staðfestingar. Einhver sem vil ræða þessa tillögu? Þeir sem eru samþykkir gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 9, fjallskilasamþykkt, en á 255. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar fór fram fyrri umræða uppfærða fjallskilasamþykkt Dalabyggðar og var hún þar afgreidd til seinni umræðu. Á 257. fundi var samþykkt að fresta annar umræðu til næsta fundar meðal annars í því ljósi að upplýsa fjallskilanefndir aðliggjandi sveitarfélaga fyrir samræmingu dagsetninga. Hefur það verið gert og ekki borist athugasemdir. Byggðaráð fjallaði einnig máli á 337. fundi sínum og vísaði þar málunum til annarra umræðu í sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða fjallskilasamþykkt í annar umræðu? Svo virðist ekki vera. Ég legg hana þá til samþykkis fyrir fundurinn. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 10, könnunarviðræður Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Síðari umræða. Á fundi sveitarstjórnar þann 8. maí síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn að hefja formlegar sameiningarviðræður við sveitarstjórn Húnaþings vestra samkvæmt 119. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
Sveitarstjórn skipaði jafnframt 2 aðalfulltrúa og til vara í samstarfsnefnd og 2 til vara í samstarfsnefnd sem skal kanna möguleika á sameiningu sveitarfélagana og vísaði málinu til síðar umræðu. Lagt hér til við að sveitarstjórn Dalabyggðar staðfesti hér við seinni umræðu fyrri ákvörðun að hefja viðræður sameiningu við sveitarstjórn Húnaþings vestra og skipun fulltrúa í samstarfsnefnd. Aðalfulltrúar Dalabyggðar í samstarfsnefnd verða Ingibjörg Þóranna Steinudóttir og Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Varafulltrúar Dalabyggðar í samstarfsnefnd verða Þuríður Sigurðardóttir og Guðlaug Kristinsdóttir. Og Björn Bjarki Þorsteinsson, sveitarstjóri, mun starfa með nefndinni. Einhver sem vill ræða þessa tillögu? Einar, gjör svo vel. Ágætu fundamenn. Ég ætla bara að lýsa yfir stuðningi við þetta. Mér finnst þetta flott. Maður heldur bara áfram að rifja upp ýmislegt sem maður hefur sagt. Ég held ég að einhvern veginn sagt að tala sameiningamál hér að ég sæði það í rauninu bara fyrir okkur að við þurfum að stækka. Ég hefði helst viljað eins og kannski fleiri að það hefði verið gengið ennþá stærri skref strax og ég held að þetta sé bara mjög jákvætt og ég eins og aðrir íbúar þó ég sé í sveitarstjórn, ég bara spenntur að sjá hvað kemur út úr þessum formlegu viðræðum og hvað það verður raunverulega sem við getum þá kosið í nóvember, desember, að mig minnir. Takk. Takk Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég þessa tillögu könnunarviðræður að fara í sameiningaviðræður með Húnaþings vestra fyrir fundinn. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 11, fjallskil 2025. En sveitarstjórn beinir því til fjallskilanefnda að ljúka undirbúningi vegna fjallskila fyrir fund sveitarstjórnar 14. ágúst vegna, já það stendur 14. hérna, 21. ágúst, einmitt. Ég held kannski að fresturinn var til 14. og fundurinn 21. Mér fannst það alveg mjög rökrætt sko. 21. ágúst vegna fjallskila haustið 2025. Fjártölur verða sendar til fjallskilanefnda. Hvað svo vil ræða þennan lit? Svo virðist ekki vera. Það er ekki til að samþykja hér. Þetta er bara svona til upplýsinga. Það er ekki Bjarki. Jú, það er fínt að samþykja. En samþykja, já. Herðu, ég legg fyrir fundinn þennan tímarama. Þeir sem eru samþykkir, gefa merki. Það er samþykkt. Þá er það fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 12, byggðar á Dalabyggðar 336. Hvað sem vil ræða þessa fundagerð? Að taka fyrir ansi marga liði hérna sér bara. En það er enginn sem vil ræða þessa fundagerð, þannig að við förum í 13. lið, fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 141, einhver sem vil ræða þessa fundagerð. Nei, þá er það númer 14, menningamálunefnd Dalabyggðar, einhver sem vil ræða hana, Einar, gjör svo vel. Ágætu fundamenn. Kannski bara tvennt, ég ætla að í þessari fundagerð það er aðeins farið yfir Jörfagleði sem heppnaðist mjög vel núna sem var í kringum sumardaginn 1. og fullt af viðburðum og svoleiðis og annars kannski bara benda á að núna er inn á heimasíðu dalir.is er þetta að kjósa Dalamann ársins sem verður heiðraður á 17. júní skemmtuninni hérna í næstu viku. Þannig að þið farið bara inn á dalir.is og það á að vera hlekkur í frétt þar þetta. Endilega taka þátt í þessu. Takk. Takk Einar. Fleiri sem vil taka til máls? Nei, svo virðist ekki vera. Þá er það númer 15, ungmennaráð 2024 til 2025, en framlagðar eru fundagerðir ungmennaráðs þar sem af er á starfsárinu. Einhver sem vil ræða þær fundagerðir? Nei. Þá er það dagskrárliður númer 16, fundagerðir samband íslenskra sveitarfélaga, einhver sem vil ræða það? Það virðist ekki vera. Þá er það dagskrárliður númer 17, fundagerðir Breiðafjarðarnefndar 2025, einhver sem vil ræða þann fundalið? Nei. Þá er það máltilkynningar, dagskrárliður númer 18, aðalfundagerð fjárfestingafélagsins Hvamms, einhver sem vil ræða þá fundagerð? Nei. Og þá er það skýrsla sveitarstjóra 2025, eða fyrir þennan mánuð. Gjör svo vel, Bjarki.
Oddviti ágæta sveitastjórn og það eru tilheyrendur, nokkrir mólar sem mig langar til að koma inn á hér í enda þessa sveitastjórnarfundar en byrja á því að óska kjörnum fulltrúum til hamingju með þau embætti sem var kosið hérna áðan og hlakka til samstarfsins áfram og það er af nóg að taka og við erum að fara komin inn á síðasta fjórðung þessa kjörtíðanbils þannig að það hefur ýmislegt áunnist en við þurfum að klára ýmsa hluti mikilvæga. Íbúafjöldi Dalabyggðar núna komin í 679 samkvæmt íbúasýn miðað við 2. júní síðastliðinn og hefur okkur fjölgað 4 íbúa frá því í byrjun maí og 10 frá því 2. febrúar síðastliðinn. Þannig að vonandi heldur þetta áfram ef okkur auðnast að koma upp fleiri íbúðum. Nú framkvæmdir ganga sem fyrir vel við íþróttamannvirkin okkar og hefur saxast á þær 2 vikur sem verkið hefur verið á eftir áætlun hríð. Allt enn samkvæmt áætlun hvað kostnað varðar en verið að skoða ákveðin viðbótaverk svo sem svo geymsluskúr og lóð sem geti nýst bæði sundlaugasvæði sem og skólalóð, sánahús og síðast en ekki síst í skoðun hvaða möguleikar eru varðandi hreinsibúnað í sundlaugina sem getur mögulega þýtt hækkun á stofnkostnaði en hagkvæmari rekstur og betra vinnuumhverfi til lengri tíma. Byggðarráð mun taka loka ákvörðun hvað þessi verkefni varðar á næstunni. Útboð vegna úrgangsmála fyrir lofti á næstunni en unnið hefur verið undirbúningi þessum hríð. Við erum í samstarfi við Consensa hvað það verkefni varðar og nú er þetta samningur rennur út í árslok. Á síðasta fundi byggðarráðs þeim 337. sem haldin var þann 5. júní var rætt framkomna umsagnarbeiðni varðandi áform stjórnvalda breytingar á lögum tekjustofna sveitarfélaga. Undirrituðum var falið að senda inn umsókn og fór svoleiðandi umsókn frá okkur á föstudaginn var. Dalabyggð fagnar því að fram séu komin formlega áform með endurskoðun laga tekjustofna sveitarfélaga þar sem felldir verður úr gildi undan þá rafveitna og annars vegar vatnsafls, jarðvarma og vindaflsvirkjana frá fasteignamati. Jafnframt lýsum við yfir ánægju með áformum sé að fasteignaskattur geti dreifst á milli fleiri en eins sveitarfélags og að hluti af fasteignaskattstekjum með orkumannvirkjum skuli eiga að dreifast í sveitarfélagi gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þannig hljómar okkar umsögn. Næst vil ég segja frá því að nemendur í 3. og 4. bekk Auðarskóla afhentu undirritum góða áskorun til okkar starfsmanna á skrifstofu Dalabyggðar þar sem skora var á okkur að huga að umhverfinu með ýmsum hætti og var hópnum svarað formlega fyrir skólalok. Var þar minnst á til að mynda nýtingu á birtuorku og nýtingu matvæla og annað slíkt þannig að þetta var flott hjá þessum flotta hóp okkar. Nú hér á fyrra fundinum staðfesti sveitarstjórn sölu á eignum og Landsbyggðar lögum í Seljalandsdal og því búið að formgera kaupleigusamning þann sem gerður var á seinni hluta árs 2022 við rekstraraðila hótelsins. Ég vænti áframhaldi góð samstarfs og samvinnu við nú nýja eigendur að mannvirkjum á lögum leið og ég óskaði velfarnaðar í sínum rekstri á komandi tímum. Og einnig var hér fyrir á fundinum staðfest samþykkt kauptilboð í félagsheimilið Árblík og vænti ég sömuleiðis góðra samskipta við væntanlega eigendur að Árblíki og síðan höfum við verið í samtali og erum í samtali með eigendur okkar varðandi félagsheimilið Tjarnarlund og svo núna á næstunni sitjum við í söluferli sumarhúsalóðir sem við eigum að lögum í Seljalandsdal í framhaldi því að búið að formgera sölu á eignum þar. Þann 4. júní var tekin fyrsta skóflustunga nýju húsi hér í Búðardal sem leigufélagið Bríet byggir að ræða parhús og hvor íbúðum sig 63 fermetrar. Íbúðurnar samanstanda af alrými, 2 svefnherbergjum, baðherbergi og forstofu. Vonir eru bundnar við að verkið klárist í júlí og íbúðurnar verði tilbúin til afhendingar væntanlegum leigjendum fyrir lok sumars. Og í kjölfar síðasta byggðarráðsfundar sem var haldinn sama dag og skóflustungan var tekin þá hefur verið sent erindi á stjórn leigufélagsins þar sem óskað eftir frekara samstarfi við félagið uppbyggingu íbúða í Búðardal. Og þá helst við borgarbrautina við hlið þess mannvirki sem mun rísa á næstu vikum. Nú vonist þetta til að línu fara að skýrast á næstunni hvað var að tímalínu og umfang uppbyggingar atvinnuhúsnæðis varðar sem við erum með í undirbúningi í góðu samstarfi við Byggðastofnun og ég veit að fjárfestingafélagið Hvammur var með þetta til umfjöllunar á stjórnarfundi sínum núna í tengslum við ársfundinn sem að fundagerð var til kynningar hér fyrr á fundinum. Þannig að við þurfum að fara að bretta upp ermar þar. Nú Mér langar líka að nefna hér að það eru vonbrigði að ekki fást nein svör frá dómsmálaráðherra varðandi möguleika á aðild lögreglunnar að uppbyggingu húsnæðis fyrir viðbragðsaðila hér í Búðardal en aðstæða fyrir lögreglunnar er ein meginstóð þess að verkefni geti farið af stað. Heilbrigðisstofnun Vesturlands hefur nú lýst yfir vilja til að vera aðila verkefninu hvað aðstöðu fyrir sjúkrabifreiða varðar og nú er bara áfram verið reynt með öllum ráðum að fá ríkisvaldið, dómsmálaráðuneytið til að koma að málunni í gegnum þá FSRE. Ég hafði orðað þessu við stjórn SSV í morgun meðal annars og
og þingmenn kjördæmisins eru upplýstir og þeir sem að allir þeir sem að mögulega að málinu geta komið, þannig að við þurfum bara að herja áfram og ekkert að gefa eftir í því. Sumarbingo Héraðsbókasafns Dalasýslu verður nú endurtekið 4. sumarið í röð og bingoð lestrarátak Dalabyggðar yfir sumartíman fyrir börn á aldrinum 5 til 12 ára og ég hvet forráðamenn til að kynna þetta verkefni fyrir börnum sínum. Og svo leikjanámskeiðið á vegum Íþróttafélags Undra farið af stað og núna á annarri viku og gaman að sjá krakkarnir góðaverinn í morgun að leik hér út á skólalóð og námskeið fyrir börn fædd á árabilinu 2013 til 2018. Og eins og Einar kom hér inn á fyrir á fundinum þá búið að ákvað menningarmálanefnd að standa fyrir tilvinningu Dalamenn ársins 2025 og tilkynnum niðurstöðuna á hátíðahöldunum 7. júní næstkomandi. Og það aðgengilegt á heimasíðu Dalabyggðar kosningarkerfið í sjálfu sér, þannig að ég hvet alla dalamenn til að taka þátt í þessari kosningu. Og eins og ég nefndi þá fundaði stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi SSVAF hér í Búðardal fyrir í dag og undirritað fékk að koma inn á fund stjórnarina til að kynna stöðuna hjá okkur í Dalabyggð og fara yfir sameiginleg hagsmunamál okkar á Vesturlandi. Og það ánægjulegt að segja frá því að á fundi stjórnar í morgun var kosinn nýr varaformaður stjórnar SSVAF og oddviti okkar, Ingibjörg Þórunn, tekin við embætti varaformanns SSVAF, þannig að til hamingju með það verkefni og gangið vel í því. Nú, vinnuskóli Dalabyggðar hóf störf í morgun, 10. júní og mun starfa til loka júlí fyrir unglinga og vinnuskólinn fyrir unglinga fædda á árabilinu 2008 til 2012 og Sigríður Jónsdóttir umsjónarmaður vinnuskólans líkt á undanfarin ár og það eru 7 krakkar sem verða í vinnuskólanum í sumar, 6 þeirra hófu störf í morgun og 7. bætist við á næstu dögum, þannig að við munum örugglega sjá þess merki á næstu dögum og þau eru byrjuð á sinni vinnu við að snirta umhverfið hjá okkur. Og síðan vil ég minna á árlega Sturluhátíð og eins Eiríksstaðahátíð sem að verða haldnar hérna helgina 12. eða Sturluhátíðin laugardaginn 12. júlí og Eiríksstaðahátíðin 12. til 13. júlí í sumar. Nú, auglýsingu eða frétt til að kynna lausar lóðir hér í Búðardal fyrir á heimasíðu okkar í þessari viku. Að ræða lóðir við Ásarhvamm, Bakkahvamm og Lækjarhvamm og einnig munum við vekja athygli á lausum lóðum undir hesthús hér í Búðardal. Og næstu vikum munum við svo geta auglýst lausar lóð við þegar byggðar götur hér í Búðardal eða þegar Skipulagsstofnun hefur lokið rýni á nýju deiliskipulagi okkar og samhliða því munum við geta flagga lóðum í umhverfi Silfurtúns og það verður spennandi að sjá hvort við fáum viðbrögð sem við vonast eftir þegar lóðir verða auglýstar af því það er bráða vöntun á íbúðum í Búðardal. Og síðan að vekja athygli á því að á morgun 11. júní eru 80 ár frá stofnþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga með sambandi fagna áfanganum með afmælisafstöðnu á morgun og það verður ýmis fjölbreytt erindum sögu og þróun sveitarfélaga við áskorunir framtíðarinnar á þessu þingi. Nú, líkt og sagt var frá í síðustu skýrslu minni að þá munum við loka skrifstofu Dalabyggðar vegna sumarleyfa dagana 23. júlí til 7. ágúst og við munum kynna lokun skrifstofuna vel í aðdraganda hennar en jafnframt vakta pósthól og þess áttar uppkoma brýn úrlausnarefni meðan lokun varir. Og svo 17. júní hátíðahöldin, hvet alla til að taka þátt í þeim á þriðjudaginn kemur. Og síðan að síðustu vil ég segja frá því að á morgun, 11. júní, á 31 árs afmæli Dalabyggðar og þegar árið liðið frá því að við tókum skóflustungu hér, handan götunnar. Það eru 12 mánuðir síðan sléttir, þannig að tíminn fljótur að líða, en það hefur margt gerst hérna í samfélaginu. Að þá munum við í samstarfi við SSVAF og Skessót gefa út kynningarrit Dalabyggð með greinum samfélagið og viðtölum við einstaklinga hér í Dölum. Það var áhugavert að sjá hvaða viðbrögð þetta blað fær, en ég vil þakka öllum sem kom að undirbúningi þess með einum eða öðrum hætti kærlega fyrir. Svona útgáfa verður ekki til af sjálfu sér og mikið efni þarf til að fylla 24 blaðsíður. En rétt að segja frá því að við hæglega geta haft efni í 4 til 6 síður í viðbót og ég vil meira, þannig að þetta er mikill hlemmur sem að fólk fær í fangið á næstu dögum og við höfum samið við skátafélagið hér í Dölum að sjá dreifingu inn á öll heimili og alla vinnustaði hér í Dalabyggð og síðan mun blaðið liggja frammi á sölustöðum og ferðamannastöðum á Vesturlandi og Norðvesturlandi á næstu vikum. Við fáum töluvert magn hér í hendur í hús á seinnipartinn á morgun, þannig að það verður hafist handa við að dreifa á bæði á skátunum inn á heimili og atvinnustaði vinnustaði hér í Dölum núna í vikunni
og svo munum við dreifa þessu á sölustaði hér allt í kringum okkur. Þetta mín skýrsla í þetta sinn, en ef það einhverjar spurningar og eða vangaveltur þá svara ég þeim að sjálfsögðu, en annars bara þakka ég góðan fund. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Hverjar spurningar og vangaveltur til Bjarka? Svo verðist ekki vera. Þá eins og framkom áðan næsti formlegi fundur sveitarstjórnar 21. ágúst klukkan 4. Nú ætlum við að ganga frá fundagerð. Ég segi þessum fundi slitið.